sitja hjá honum. Uss. Nei, og veistu hvað hann gerir við tennurnar sem hann borðaði kjúklingi með? Áður en hann sofnar, tekur hann þær út úr sér og leggur í vasklas. Skammastu þín fyrir að skrökva besta vini þínum? En það er satt! Hvað verð ég að sjá? Nei, Kalli, hvað ef hann sér þig? Ég fel mig undir regnhlífinni. Kalli! Kalli! Varaðu þig! Rólegur! Kalli! Ég vil ekki tala við þig. Náðu í fröken Bokk. Almáttugur. Ertu veikur, herra Jansson? Já, ég veikur. Ég hlýt að vera veikur. Brói minn, farðu héðan. Fröken, ég vís og gáfaður maður. Enginn getur platað mig á neinn hátt, þannig ég hlýt að vera veikur. Hvernig þá? Ég sé sýnir. Ég sé sóttarsýnir. Ég vil ekki að fröken Bokk tali þetta. En sú raunin. Ég sá Óla Lokbrá. Góðan daginn, fröken Bokk. Góðan dag. Sestu og fá þér bollu. Ég gleymdi því. Ég verð að gá hvort herra Jansson vaknað. En Kalli, ég bað þig að fljúga ekki þegar fröken Bokk og Júlíus frændi sjá þig. Þess vegna flý ég þegar þið sjá mig ekki. Þvílík nótt. Þvílík nótt. Ég er allur stífur fyrir henn. Þetta rúm og rúmfötin. Hjálpi mér, hjálpi mér. En samt ég þakklátur fyrir þessa nótt. Hún gerði mig að nýrri mannesku. Það meira milli himins og jarðar en við vitum Það skildi ég í nótt. Nú veit ég, fröken Bokk, að þetta voru ekki sóttarsýnir. Það var engin vitleysa. Ég sá Óla Lokbrá. Getur það verið rétt? Já, og því ég ný manneskja í nýjum heimi. Ég tala söguheiminn. Í nótt opnaðist hann fyrir mér, ungfrú Bokk. Og ef Óli Lokbrá virkilega til, akkur þá ekki nornir og tröll og álfar og dvergar og annað skrítið sem sagt frá í sögunum. Nú fer ég til læknis. Hvernig líður þér, herra Jansson? Hvernig á ég að vita það áður en ég fer til læknis? Nú vil ég fá mér kaffi og bollu og smá næði líka. Ég fékk mér nokkrar góðar bollur. Varð að bjóða öllum úr söguheiminum, Óli Lokbrá.
Það fær mig enginn til að trúa því að Óli Lokbrá steli bollum. Ef að hann þá til. En hver var það? Þessi óþekki feiti strákur, Kalli eða hvað hann nú heitir. Hann hlýtur að hafa komið meðan við vorum á ganginum. Óli Lokbrá. Það nú aldeilis óþokki. Kennir öðrum og getur ekki stafað heldur. En ég held að það hafi verið Lokbrá. Sama hver það var. Ég þarf að fara aftur út í búð. Í þessu veðri. Já, skordýrið trúir þá ekki Óla Lokbrá. Þú verður undrandi í nótt. Ég held að fröken Bokk leyfi þér ekki að sofa hér aftur. Sjáum nú til. Gott að þú ert komin tilbaka, fröken Bokk. Hvað meinarðu með að það sé gott? Og hvað ert þú að gera hér? En fröken Bokk, það er hræðilegu stormur úti. Ertu ekki hrædd við stormpúkana? Hvílíkt bull. Hvað er stormpúki eiginlega? Þeir koma í stormi og elta eldingar. Þegar eldingur slæri niður, hlaupa þeir inn til fólks og æpa og hræða það. Það gera þeir. Óli Lokbrá var hér í gær. Dularfullum verum þykir vænt húsið. Það held ég. Kæra fröken Bokk, má Kalli vera eina nótt enn, svo ég verð ekki hræddur? Ein nótt til viðbótar með honum. Kemur ekki til... Jæja. En í kvöld vil ég ekki heyra eina einustu stunu frá þér. Ég er alveg vissum að einhver stormpúkar eru til. En hvað ef það er rétt? Þú sagðir jú sjálfur Að það fyndist meira milli himins og jarðar en við vitum. En stormur er jarðbundið fyrirbæri og tengir söguverum ekki neitt. Sko, heyrðu þið það, börn? Það er engin ástæða til að fara ekki að sofa. Komið í rúmið og gleymið ekki að bursta tennurnar. Loksins, kominn tími til að pirrera. En þá þarf ég tæki. Kalli, til hvers þarftu að nota þetta? Ekki bora holu. Akkur er þetta því? Til að sjá hvað þeir eru að gera. Mamma segir að maður eigi ekki að gæjast gegnum skráargöt. Hún er klók, hún mamma þín, og það er rétt. Skráargötur eru fyrir lykla, en þetta er gæjugarð. Aftur til þín. Frábært pirringatæki. Ég þarf bara eitt í viðbót. Ertu nokkuð með gufuvélina þína? Hér er hún. Þú eyðilagðir hana. Já. Myndu mig á að kaupa nýja. Skelfilegt, ekki satt? Hvað á þetta að vera? Hvað heldurðu? Stormpúki, auðvitað. Hann er líkar í kallinum í tunglinu, finnst mér. Engin munur, mestu máli skiptir að pirrera með honum. Nú er rétt að pirrera. Ég verð að stynja. Taktu við svo loftið far ekki úr.
bara. Við verðum að leysa hann. Þetta hljóta að hafa verið krakkarnir. Hvað kom fyrir? Þið æftuð. Á þetta gerast á hverju kvöldi? Ef ég efaðist þá geri ég það ekki lengur. Söguheimurinn er til. Og hann er fullur af dularverum. Já, fyrst þú segir það. Söguheimur eða engin söguheimur. Í mínum heimi þvo litli strákar á sér andlitið áður en þeir leggja sig. Á baðið með ykkur! Kalli, veistu hvað ég held? Ég held að fröken Bokk og Júlíusi frænda þykir vænt hvort annað. Það hlýtur að vera Óla Lokbrá að þakka. En síðasta orðið hefur ekki verið sagt. Bless, bless, brói. Bless, bless, Kalli. Hvað á að gera næst, hvað á að gera næst, hvað ger ég næst? Sjónarhóll er húsið mitt, þar hopp í rúmum á. Ég apan herra Níels og hestinn dengsa á. Ég kann að dansa skottís og við skúringar tek spor. Er í baka pönnukökur, bragðið ekkert slor. Ég á heim á Sjónarhóli og hugsaði mikið. Í opið tækjanum slæ ég öll met. Hvað á að gera næst, hvað á að gera næst, hvað á að gera næst, hvað ger ég næst? Hvað á að gera næst, hvað á að gera næst, hvað á að gera næst, hvað ger ég næst? Þar náði ég þér, herra Níels. Þetta sá ég ekki fyrir. Ég gleym alltaf því að apar spila eftir öðrum reglum. Það er verið að berja dýrum. Mér skjáttaðist. Það er verið að berja dyrnar. Sælu vertu, átt þú þetta hús? Já, ég heiti Lína. Hver er þú? Ég er trésmiður. Ég átti bara leið hjá og sá að hurðin var að detta af hjörunum, svo ég ákvað að laga það. Ég þol ekki hluti sem er að detta í sundur. Má bjóður eitthvað í svanginn? Því ekki það? Þetta er búið. Æ! Óps! Borðfóturinn losnaði. Ég ætti að gera við þetta. En það var ekkert að borðinu. Ekki það.
Ef þetta borð var í lagi, þá ég ekki smiður. Jæja, það í ólagi núna, svo þú hlýtur að vera listasmiður. Engar áhyggjur, borð mín sérgrein. Maður verður að kunna til verka, annars gerist nákvæmlega þetta. Einn fóturinn verður of stuttur, ekkert vandamál, ég þarf bara... Svona, nú ætti... Jæja, nú þessi fótur of stuttur. Svona, nú það stöðugt. Ég ætla að athuga hvort ekki þurfa að gera við eitthvað annað. Ekki halda mig skorti verkefni. Mér finnst bara svo gaman að gera við. Það nú allt og sumt. Jáhá, mikið gott að borðið hendar einhverjum. Hvað í ósköpunum? Hvað að sjá þetta? Æ, nú gerir hann við eitthvað annað. Athyglisvert, mjög athyglisvert. Hver smíðaði þetta? Satt best að segja þá smíðaði ég þetta sjálf. Og ég hef ekki haft yfir neina kvarta. Svona, nú þetta betra. Gleymdu aldrei aðalatriðinu. Ein laus skrúa nóg til að allt ekki sundur. Það líklega orðasönnu. Hvert fór hann eiginlega núna? Heyrðu, þetta handrið alveg hreint Matur? Er handriði matur? Nei, en hann tilbúinn. Af hverju borðum við ekki úti? Lengst úti. Úti? Gaman. Ég ætla að bara hvort ég get ekki fest þetta betur. Það algjör óþarfi. Förum út núna. Hvað akkur heldur á mér? Það ger ég alltaf. Þetta eins konar hefð hér á Sjónarhóli. Ég held alltaf á þeim sem heimsækja mig. Takk fyrir það, en hugulsamt af þér. Það alltaf best að borða undir berum himni. Já, mikið rétt. Sérstaklega ef maður hefur eitthvað að borða. Ó, einmitt. Bíddu augnablik. Hvers konar tré þetta? Sælgætistré. Hér inni sprettur allt. Og eitthvað nýtt á hverjum degi. Maður veit aldrei hvað maður finnur. Stundum það vínarbrauð, stundum lambasteik. Ótrúlegt. Nennirðu að gá hvort þú finnir eitthvað að drekka? Svaladrykkir. Þetta var góðu matur. Nú verð ég að gera við allt í gamla húsinu þínu til þess að þakka fyrir mig. Þakka fyrir þig? Nei, það algjör óþarfi. Ég krefst þess. Er það? Ég fer ekki fet fyrir en ég farið við hvert krók og kima í gamla húsinu þínu. Til hvers að vera trésmiður ef maður gerir ekki við neitt. Ég hafði lofað herra Níels að smíða trjákofa. Kanntu að smíða svoleiðis? Kann ég? Trjákofar eru mín sérgrein. Farðu bara með apaninn í húsið og ekki stelast til þess að kíkja. Ef ég verð duglegur verður kofinn tilbúinn í kvöld. Jæja, nú máttu kíkja. Hérna, sérðu, trjákofa. En smekklegt. Það rétt hjá þér. Trjákofar eru sérgrein þín. Ekki fara strax upp, þetta ekki alveg tilbúið. Ekki? Af hverju gistur þá ekki nótt og klára það á morgun? Þakka þér kærlega fyrir. Það væri dálítið sniðugt. Ég orðið syfjaður. Naumast að hann hrýtur. Komdu, herra Níels. Förum að sofa. Góða nótt, herra Níels. Við skulum skoða trjákofan strax í fyrramálið.
Hvað var þetta? Já, hérna. Trjákofinn. Aumingja herra Níels. Og veselinn smiðurinn sem stritaði svona mikið. Sá er þreyttur. Hann rumskaði ekki. Þá næ ég kannski að bjarga þessu. Góðan daginn. Góðan daginn, væna mín. Þú ert snemma á fótum. Ég vakna alltaf snemma, nema þegar ég sefi yfir mig. Jæja, nú má ég ekki vera að því að hanga hérna. Ég er ekki alveg búið með trjákofan. Eftir hverju bíðum við? Svona var það. Þetta lítur svo vel út að ég læt það gott heita. Ég er víst handlagnari en ég hélt. Frábær smíðavinna, þó ég segi sjálfur frá. Já, heldur betur. Þakka þér kærlega fyrir. Það var ekkert að þakka, en það er ábygglega nóg að gera hérna. Ég get smíðað hvað sem er. Reyndar langar mig til þess að gera upp eldhúsiði. En fyrst ætla ég... Nei, gerðu það ekki. Það er til allt of mikils mælst. Ertu viss um það? Já, þú ætti kannski að reyna í bænum. Ég er viss um að það er nóg fyrir þig að gera. Afbragðshugmynd. Ég er svo hjálpsamur. En ef þið vantar laghandan mann, láttu mig vita. Ég geri það. Píanóið er komið. Gott!